held að viðhorfin hafi breyst svolítið hratt í pólitíkinni þegar kemur að útlendingamálum og sérstaklega þá vegna þeirra svona rekareiða stefnu sem gekk á undanförnum árum. Það hafði alltaf verið talað eins og það væri bara allt tilbúið sko. Sjálfstæðisflokkurinn væri búin að vera að vinna þetta svo vel í ráðuneytinu með öll frumvörpin og nú svo þurfti að vinna þetta frá grunni. Þetta hafði ekki verið unnið. Ég bara skil ekki hvað var verið að gera þarna í ráðuneytinu öllu sjálf. Hver sagði að vinstrið þetta vera á móti verðmætasköpun, á móti því að nýta endurnýjanlega orku, á móti hagvextinum sem forsenda þess að við getum rekið sterkt velferðarþjóðfélag. Ég fékk aldrei memóið það sko. Business caseið fyrir endurnýjanlegri orku bara að verða það gott að þróunin heldur áfram út allan heim. Jóhann Páll Jóhannsson, hvað segirðu gott? Ég hrikalega hress bara. Það ekki? Gott að koma. Þú er ráðherra. Já. Alvöru vikt. Já. Hvað hvernig horfir þetta við þér? Það svona margt á lofti. Mikið á sveimi. Já. Það að segja margar breytur og svona fyrirsjáanleikinn honum minni. Hvernig þú vildi tala efnahagsmál. Byrjum á þeim. Já. Hvernig horfir þetta við þér? Það verðbólgumæling sem var að koma núna bara rétt aðan. 3,7%. Það eitthvað að þakka? Það þetta mörgu að þakka sko. Ég held að sé aldrei þannig að einhver verðbólgumæling sé stjórnvöldum algjörlega að þakka. En ég meina við sögðum það fyrir kosningar og þegar ríkisstjórnin var mynduð að við ætluðum að ná betri stjórn á ríkisfjármálunum og skapa forsendur til þess að verðbólga geti lækkað og vextir farið niður. Og hvernig það gert, það sem stjórnvöld geta gert að ná betri tökum á ríkisfjármálunum. Við erum sannarlega búin að gera það. Þegar við tókum við þá stemdi í viðstöðulausan hallarekstur út þennan áratug. Fyrri ríkisstjórn hafði ætlað að ná niður hallanum í árið 2028 en það var alveg ljóst þegar við tókum við út frá þeim forsendum sem þau höfðu byggt á þá myndi það aldrei ganga. En við náum að snúa þessu við og í staðinn fyrir að það sé gert ráð fyrir viðstöðulausum hallarekstur út þennan áratug erum við að stefna á hallalaus fjárlög 2027 sem ennþá fyrr heldur en áður var gert ráð fyrir. Og hvernig gerum við þetta meðal annars með meira aðhaldi í ríkisfjármálum sérstaklega útgjaldahlið heldur en maður hefur séð í mörg ár. Við erum búin að skrifa 100 milljarða aðhaldsaðgerðir inn í fjármála áætlun til næstu 5 ára og leiðu þetta erum við að taka til á tekjuhliðinni líka. Og þetta alþjóðlegu matsfyrirtækin horfðu þetta til þessara atriða og við sjáum lánshæfi Íslands vera að batna, lánshæfismat, ríkisskuldir, við erum búin að lækka þær 7,5% á nokkrum mánuðum og þetta skiptir allt máli en svo auðvitað margt annað sem spilar inn í þegar kemur að verðbólgutölum. Það eru hvorki stjórnvöldum að þakka nýja kenna endilega. Það er svo en það sem stjórnvöld geta gert auðvitað er að hafa heimil á ríkisfjármálunum og svo að stuðla að heilbrigðari húsnæðismarkaði. Þannig að þetta svona það sem við höfum einbeitt okkur að. Já, núna verið stefna í ákveðna kólnun. Þórarinn G. Pétursson minni mig hafi sagt, ég var að fundi í morgun svona viðskiptaraðstoð fyrir Parlament Hotel, þar sem meðal annars staðum var Kristoffersson, Þórður Pálsson, Rannveig Eir, Andri Guðmundsson held ég hann heiti hjá viðskiptaraði og Ásgeir Jónsson og líka hann forstjóri, bankastjóri Íslandsbanka. Hvað heitir hann aftur? Jón Guðni, ekki? Jú. Já. Voru samankomin og voru einhvern veginn sammála því að það væri kólnun í þessu hagkerfi. Já. Þannig að þessi verðbólgu hjöðnun og lækkun vaxta væri ekki endilega komin að góðu. Það væri svolítið svona sameiginlegt stef í því sem að fólk var að segja fyrir þetta náttúrulega kannski daða. En ég meina við viljum að hagkerfið kólni. Það var allt og heitt sko. En svo þarf að passa upp á jafnvægið. Við viljum heldur ekki of snögga kólnun. Við viljum ná svona mjúkri lendingu svolítið. Það gert ráð fyrir atvinnuleysi og gert ráð fyrir kólnandi hagkerfi og gert ráð fyrir því að Norðurál mun ekki koma til með að vera á fullum afköstum, fleiri fyrirtæki sem ekki á fullum afköstum, veitingageirinn, fyrirtæki að leggja laupana. Það gert ráð fyrir einhver atvinnuleysi og Ásgeir Jónsson sagði bara einfaldlega nýlega að það þyrfti að verða, að það myndi koma til með að verða ákveðið atvinnuleysi. Gerir ráð fyrir því að hægt að sé að sækja
auknar tekjur til fyrirtækjanna fyrir ríkið, heldurðu þurfið að grípa til svona aðgerða þar sem þið munið þurfa að skera niður jafnvel? Já, við erum náttúrulega að skera niður Já, og en höldum ég er því að tala áfram og til þess og ég held að forsenda þess að verðbólga haldist lág og vextir haldi áfram að lækka sé að við einmitt sko gefum ekkert eftir þegar kemur aðhaldi í ríkisfjármálum. Við heyrum ákall inn á þingi þar sem fólk kallar eftir lægri sköttum, meiri útgjöldum til ýmissa málaflokka. Ég held að það sé mjög mikilvægt að við höldum okkur við okkar plan að sýna aðhald og ábyrgð í rekstri ríkisins sko. Já, þetta er allt öðruvísi samfylking samt, sem er náttúrulega sko þetta er samfylkingin sem ég var tilbúin að kjósa miklu frekar en gamla samfylkingin sko. En eins og við ræddum núna bara síðast, þá náttúrulega er búið að breyta samfylkinginni frá A til Ö og Kristrún Frostadóttir sem er náttúrulega besti stjórnmálamaður á landinu í dag, tók svolítið yfir. Hérna, ef við horfum bara á svona stjórnmálalegu forsendunar í þessu, telurðu að samfylkingin muni koma til með að halda áfram í átt að þessu? Við erum að sjá til með þess að Þorbjörg Sigríður er að taka hart á útlendingamálunum með stuðningi samfylkingarinnar. Það er búið að verða svona algjör umturna viðhorfum samfylkingarinnar áður. Sá að No Borders voru að stríða þér fyrir að hafa breytt til dæmis sjónarmiðunum þínum í útlendingamálum, en þú bara, skilurðu, horfir öðrum augum á þetta í dag? Það hefur náttúrulega bara, sko, það eru örfá ár síðan, sko, til dæmis Sjálfstæðisflokkurinn var við völd og var að ráðast í reglugerðarbreytingar til þess að rýmka og ná betur utan tiltekna fjölskyldur hverra mál höfðu ratað í fjölmiðla, voru að gera breytingar á útlendingalögum og reglugerðum útlendinga til rýmkunar. Það eru örfá ár síðan Miðflokkurinn studdi verulega rýmkun þegar kemur að dvalarleyfum á Alþingi til að liðka fyrir innflutningi á vinnuafli. Þannig að það eru þetta bara ég held að viðhorfin hafi breyst svolítið hratt í pólitíkinni þegar kemur að útlendingamálum og sérstaklega þá vegna þeirra svona rekareiða stefnu sem gekk á undanförnum árum. Það er ekki bara samfylkingin sem búin að breyta? Nei, ég meina, það eru örfá ár síðan Miðflokkurinn studdi rýmkun á dvalarleyfum og örfá ár síðan Sjálfstæðisflokkurinn var að rýmka útlendingalögin. Þannig að ég held þetta er bara það sama og hefur gerst á hinum Norðurlöndunum að þegar það verður vart við svona ákveðið stjórnleysi í svona málaflokki þá vaknar fólk og þá vakna stjórnmálamenn og það skiptir máli samt að nálgast þetta af ábyrgð. Það veri ekki vitna til einhverja greinar sem ég skrifaði fyrir nokkur mánuðum. Ég meina, það var nýbúið að taka kasólétta konu og fara með hana í 10 klukkustunda flug Kona frá Albaníu. Já, en þú veist, það skiptir máli að gera hlutina vel að nálgast hlutina af festu en leið af ákveðinni mannúð og það er eitthvað sem við stöndum við og Þorbjörg Sigríður er náttúrulega að lyfta grettistaki með 5 frumvörp núna inn á þingi með frábæra skýrslu þar sem er rakið einmitt bara hvernig hefur verið ólag á þessu dvalarleyfiskerfi og hún er að fara að vinda ofan af þessum breytingum sem voru gerðar á síðasta kjörtímabili með stuðningi okkar. Þannig að og ég treysti og hún er búin að gera, mér finnst hún nálgast þessi mál mjög vel og af ábyrgð. Ég ánægði með það hvernig hún hefur staðið að þessu. Hlaðvarpið er í samstarfi við Harðfisksverkun Hrafnardals. Þetta eru gæði í gegn, kemur á roðinu, fryst einu sinni og það er nákvæmlega þannig sem að þú færðan. Steinbítur sem er valsaður upp á gamla mátan og þurrkaður í vestfirsku fjallalofti. Ekkert svona eitthvað þurrkklefa rugl hérna. Þetta er ekki eitthvað svona sem að molnar í höndunum heldur þetta bara gæði í gegn. Frábær gjöf fyrir þá sem að eiga allt, en ef þú ert að leita gjöf fyrir afa og ömmu og ert í vandræðum út af því að þau eiga allt, á að sjálfsögðu gefur þeim bara harðfisk. Til að nálgast þessa gæða vöru þá sendur þú e-mail á hrafnadalur@proton.me. Þetta er líka í lýsingu á þessum þætti þar sem þú getur einfaldlega séð frábæru verðin og séð alla leiðbeiningar hvernig þú nálgast þessa gæða vöru. Já, ég get ekki kvartað Það er náttúrulega eitt og eitt sem að ég gagnrýni, en svona heilt yfir þá tel ég að þetta sé þetta er náttúrulega eitthvað sem að hafi átt að vera að gera fyrir löngu þó svo og sjá hluti eins og að afturkalla
hælisveitingar til þeirra sem fremja alvarlega glæpi. Við sjáum Alþjóðlega vernd, já. Já, sjáum hluti eins og 18 mánaða regluna sko, sem fyrir stjórn þorði aldrei að hreyfa neitt við sko, sem við verðum að taka á núna. Dvalarleyfiskerfið í heild sinni, öryggi á landamærunum þegar kemur að til dæmis farþega upplýsingum og skyldu til að afhenda þær. Þetta eitthvað og það finnaður sko, þetta eitthvað sem þurfti nánast að vinna frá grunni þegar Þorbjörn Sigríður kominn í ráðuneytið. Allir í hafinu. Það held allir, það hafði alltaf verið talað eins og það væri bara allt tilbúið sko, Sjálfstæðisflokkurinn væri búin að vera að vinna þetta svo vel í ráðuneytinu með öll frumvörpin og nú svo þurfti að vinna þetta frá grunni. Þetta hafði ekki verið unnið. Ég bara skil ekki hvað var verið að gera þarna í ráðuneytinu öllu sér. Nei, og talandi þá er orku- og loftslagsmálin. Þú náttúrulega orku umhverfis- og loftslagsráðherra, er þetta ekki þessari röðin? Jú. Og þú varst einmitt að segja við mig að þú hefur getað verið með tærnar upp í loftið út af því að Gulli náttúrulega lét þig hafa handbókina sína og þú ert bara sagðir við ráðuneytið, hérna er bókin sem þið ætla að fara. Hvernig er það komin að nota þessa bók? Ég man sko þegar að Það er möppuna sem hann... Já. Fórum beint í ruslið? Ég vil ekki tala mikið um Gulla, en sko, og hann er ágættur og hann gerði margt bara ágætlega sko, eins og samin umhverfisstofnun og orkustofnun, mjög mikilvægt og eins og að liðka fyrir stækkun og aflaukningu virkjana sem fyrir eru, ég meina þetta skipta allt máli og við stuttum þetta á þinginu á sínum tíma en en það hefur þurft að vinna mjög mikla vinnu þegar kemur að einföldun regluverks og þegar kemur að því að vinda ofan af skaðlegum breytingum sem hafa verið gerðar í þessum málaflokkum á síðustu árum og þegar ég kom inn í ég meina, hvað hefum við gert? Við höfum lagt fram frumvarp sem í rauninni gjörbreytir rammaáætlunarferlinu sem tryggir að rammaáætlun taki mið af orkuöflunarstefnu stjórnvalda, tölulegum markmiðum aukna raforku vinnslu. Við höfum líka komum inn með stórt frumvarp núna einföldun þegar kemur að jarðborunum að það þurfi ekki að fá starfsleyfi fyrir hverja einustu borframkvæmd eins og hefur tíðkast síðustu ár og hafði ekkert verið hreyft við. Við erum líka að rýmka matskilyrði þegar kemur að umhverfismati vegna nýrra jarðhitavirkjana og borframkvæmda. Með vatnshlotið og þetta? Já, það er svo annað að það þurfti auðvitað að laga lögum stjórn vatnamála og það var eitthvað sem hafði verið margvarað við á undanförnum árum. Það var pínu komist, ég satt inn á fundi sko, með forstöðumönnum stofnana þegar dómur héraðsdóms féll að virkjunarleyfi vegna Hvammsvirkjunar var í ógilt. Það sem var sláandi var að þetta kom fólk ekkert sérstaklega óvart. Það hefði verið varað ítrekka við þessu í minnisblöðum til ráðuneytisins árin á undan og ekki verið brugðist við. Þannig að það er mjög margt sem hefur þurft að gera en og núna höldum við áfram að sækja fram og við erum með í þinginu núna 2 rammaáætlanir. Við erum með annars vegar rammaáætlun þar sem er lagt til að Holtavirkjun í Þjórsá, Urriðafossvirkjun og Skrokkölduvirkjun fari í nýtingaflokk. Svo erum við með annan pakka þar sem við erum með stóran jarðvarmakost og við erum með 2 vatnsaflsvirkjanir á Vestfjörðum sem skipta miklu máli og það er reyndar líka undirbúningur vegna 2 annarra vatnsaflsvirkjana langt komin, bæði vegna Hvalárvirkjunar og þar var nú að falla dómur í vikunni og vegna Kvíslartunguvirkjunar, það er í umsóknarferli núna hjá umhverfis- og orkustofnun. Þannig að það er mjög margt að gerast þegar kemur að orkuöflun en það sem ég kannski einna stoltastur af því sem við höfum verið að gera síðustu vikur er lendingi sem við náðum á Norðausturlandi þegar kemur að flutningskerfinu og flutningi og dreifingu raforku þar. Þau mál hafa verið í algjörum hnút árabil vegna deilna verkaskiptingu milli Rarik og Landsnets þegar kemur að Langanesi og það sem í rauninni gerðum var bara við stemdum saman forstjóra Rarik og forstjóra Landsnets og lokuðum okkur inn í herbergi og fundum lausn á þessu og þá kemur ríkið inn með aukið hlutafé upp á 2 milljarða gegn því að Landsnet fari strax í að setja inn á kerfisáætlun háspennulínu
frá Kópaskeri til Þórshafnar. Rarik fer strax í að leggja jarðstreng milli Vopnafjarðar og Þórshafnar og svo tvítengjum við Bakka, iðnaðarsvæðið þar sko, og sem þá líka styrkja öryggi og afhendingargetu inn á Húsavík sko. Þannig að þetta liðka fyrir orkuöryggi þar og er líka til þess fallið að ryðja veginn fyrir atvinnuuppbyggingu á Bakka. Það skiptir gríðarlegu máli núna sérstaklega eftir að þessi staða kom upp með PCC og það sko. Þannig að það mjög margt svona í gangi. Við vorum á Grundartanga daginn og skrifuðum undir viljayfirlýsingu mjög spennandi verkefni sem snýst að nýta betur afgangsstrauma frá járnblendi verksmiðjunni þar og fanga kolefni og þetta eru aðgerðir sem og leið erum við að gera ákveðnar breytingar á reglugerðum loftslags- og orkusjóð þar sem við erum að horfa til bæði glatvarma nýtingar og til aðgerða til þess að styðja við stóriðjuna þegar kemur að tæknilausnum vegna losunar. Og þetta eitthvað sem skiptir gríðarlegu máli fyrir samkeppnishæfni stóriðjunar á Íslandi vegna þess að Evrópuregluverkið og raunar bara samkeppnishæfni víð heim loftslagsmálin og sjálfbærnimálin eru farin að skipta svo miklu máli þarna. Þannig það mjög margt svona spennandi í gangi og ég hef svolítið hort á ráðuneyti mitt sem svona sko hagvaxtar ráðuneyti. Við erum að grípa til markvissra aðgerða til þess að styðja við hagvöxt á sjálfbærum grunni og þá erum við að leitast við að rjúfa svona fylgnina milli aukina efnahagsumsvifa og aukinar kolefnislosunar og það bara svo sannarlega hægt og það hefur verið gert. Þjóðum hefur tekist þetta, heilu sektorunum hefur tekist þetta og við getum gert þetta líka hér og höfum alveg gríðarleg tækifæri með alla þessa endurnýjanlegu orku til að sækja fram á þessum grunni. Við höfum líka gert þetta í landbúnaði, við vorum að kynna þar styrki til svona markvissari áburðardreifingar og aukinnar nákvæmni þegar kemur áburðardreifingu sem þýðir þá að auðlindin nýtt betur, við drögum úr losun og spörum líka. Það mun leiða til sparnaða þegar kemur að búrekstri og gríðarlegur stuðningur og ánægja hjá þetta meðal bænda og þeirra samtaka. Og svo eru þetta orkusparnaðar átakið okkar í gróðurhúsum sem strax farið að skila sko 20 milljóna sparnaði fyrir garðyrkjubændur. Hlaðvarpið í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Allt í gangi maður. Það allt í gangi maður. En núna hafa sko náttúruverndarsinnar gagnrýnt það mjög hvernig þú og Samfylkingin hafið ekki bara í útlendingamálum, heldur að svo verið þessum málum líka umturnast. Ef að þú hefðir vitað fyrir kannski 8 árum að þú myndir titla þig seinna meir sem hagvaxtar ráðherra, að þá það svolítið sjallalegt og því að kannski myndi koma þér á óvart. Og það mjög margir sem að hafa gagnrýnt þig einmitt fyrir það að vera bara einhvern veginn svolítið trumpisti þegar það kemur hérna dómur það að sé bara bannað að virka hérna og þú segir bara, mér slétt, ég keyri bara í gegn einhver lög og fer bara og breyti þessu, við þurfum bara að keyra á þetta. Ég skil það út af því að ég hægrimaður og ég skilurðu, peppaður yfir Hvammsvirkjun, en aftur á móti þá eru mjög margir svona náttúruverndarsinnar sem að telja sig vera svolítið svikna að þeir hafi kannski lagt blessun sína með því að kjósa ykkur til stjórnar sem svona ákveðin flokk aðhalds og svona festu á vinstri vægnum. Hvernig myndirðu svona svara þeirri gagnrýni sem að Landvernd hefur verið að stjaka að þér og ekki bara opinberlega heldur líka skriflega? Nei, ég meina, hver sagði að vinstrið
eða miðvinstri flokkar ætti að vera á móti verðmætasköpun, á móti því að nýta endurnýjanlega orku, á móti hagvextinum sem forsenda þess að við getum rekið sterkt velferðarþjóðfélag. Ég fékk aldrei memóið það sko. Og ég meina landvernd þau eru oft ágætt en svo maður bara ósammála þeim í grundvallaratriðum þegar kemur að verðmætasköpun og hvernig við eigum að nálgast auðlinda nýtingu almennt. Ég tel að við eigum að gæta varkárni, við eigum að gæta að jafnvægi milli náttúruverndar og orku nýtingar og þess vegna erum við einmitt að leggja okkur fram um að styrkja til dæmis verndaflokk rammaáætlunar og koma þeim kostum sem hafa verið settið þangað inn í skýrari farveg að það sé þá friðlýst á grundvelli þeirra verndarhagsmuna sem þar eru undir og þess vegna erum við líka til dæmis að í rauninni binda það í lög að vindorka sé útilokuð á stórum svæðum á landinu og að sveitarfélög hafi neitunarvald til dæmis þegar kemur að vindorku nýtingu, að það sé nærsamfélagið sem ráði en ég líka einlæglega þeirra skoðunar að við eigum að afla aukinnar orku, að það sé skynsamlegt og æskilegt fyrir okkur sem þjóð og forsenda þess að við getum haldið áfram að skapa spennandi störf og verðmæti. Já, hjartanlega sammála. En þú varst að koma af COP30 sem að svo virðist og ég er búin að heyra út um mér að sé orðið töluvert smærra í sniðum. Það virðist ekki vera mikil vikt í þessu, kannski út af því að Bandaríkin eru búin að segja sig frá þessu, Kína og Indverjar hafa töluvert minni áhuga á þessu heldur en áður, þrátt fyrir það að Kínverjar standa sig vel í því að fara og auka raforkunýtingu. Þá eru þeir samt sem áður að opna kolaver og þeir standa sig svona best á einhvern veginn öllum sviðum. Bæði varðar jarðefnaeldsneyti en líka varðar rafmagn. Núna erum við í þeirri stöðu að við erum 85% endurnýjanlegri orku. Þú hefur heyrt þetta með Alberti Jónssoni að við erum búin að vera að gagnrýna það að ríkisstjórn Íslands virðist ekki taka mið af því að við erum 85% endurnýjanlegri orku og við erum bara að borga einhverja kvóta til Slóvakíu og borga 20 milljarða í það að vera í einhverjum kvótum sem eru stundum að gera með Evrópusambandið og stundum að gera með eitthvað annað. Þetta ekki orðið sjálfhætt þegar að COP orðið svona lítið í sniðum, Kína hefur ekki áhuga á þessu, það koma engir samningar út úr þessu, Bandaríkjamenn eru hættir þessu, eigum við ekki bara hættir þessu líka? Sko, það bara að spyrja gamni, fyrir ekki að ég ætla að gera spyril. Hvert heldur að tölulegt heildarmarkmið Íslands sé þegar kemur að losun? Kolefnishlutleysi árið 2040. Það það sem bundið í lög fyrir ríkisstjórn. Já. Það mjög fjarlægt markmið. En hvert heldur að heildarmarkmiði sem við erum að skuldbinda okkur, til dæmis þegar kemur að Parísarsamningnum, nú eru Danir með 82%, Evrópusambandið, ég man ekki hvað það endaði 70%. Það tala um það minnkun jarðefnaeldsneytis? Minnkun fyrir 2035 til dæmis. Ég veit það ekki, ég veit ekki þessa tölu. Nei, það svona cirka 12%. Ok, þannig að við erum að taka, já. Sko við höfum alltaf tekið mjög mið af þeirri sérstöðu okkar að hafa náð þessum gríðarlega árangri þegar kemur að nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa. Þess vegna við meira að segja þegar kemur að samfélagslosuninni sett okkur lægri tölulega markmið heldur en flestar aðrar ríkar þjóðir. Við tökum sérstaklega stóriðjuna út fyrir sviga og landnotkunin hefur líka verið tekin út fyrir sviga. En við erum svona á alþjóðlegan mælikvarða með alveg gríðarlega hófleg markmið, sérstaklega ef við lítum til þess hvað við erum rík þjóð sko. Þannig að þegar þessu haldið fram sko, þá ég bara ósammála því grundvallar atriðum. Við einmitt vera að sko, við erum samt að setja okkur krefjandi markmið. Þetta ekki þannig að þetta séu markmið sem nást bara algjörlega sjálfu sér. Umhverfis- og orkustofnun spáir því að í rauninni ef ekkert meira gert í loftslagsmálum þá ætti losun að draga saman cirka 40% fyrir 2035. Við erum að stefna að 50 til 55% samdrætti. Þannig að það kallar á aðgerðir. Það kallar á
að stjórnvöld stígi markvisst inn og hérna styðji við samdrátt. Hver eru tengsl þessar, þú sagðir 50% annars vegar og 12% annars vegar? Já, það samfélagslosunar þátturinn. Það eru vegasamgöngunar, landbúnaðurinn, úrgangsmálin, hitt sko heildarlosun. Við í rauninni ólíkt öðrum þjóðum þá tökum við mjög stóra þætti út fyrir sviga en setjum okkur töluleg markmið þegar kemur að samfélagslosuninni. Okay. Og meira að segja þau tölulegu markmið eru með þeim lægstu í heiminum sko. Já, en nú eru þær þó ekki í heiminum, meðal þróaðra ríkja. En menna, segjum svo að talan sé bara 12%, þá samt sem að það Kína en það að vaxa. Bandaríkjamenn búin að segja þessi frá þessu, Indverjar eru að vaxa. Kína að lyfta grettistaki. Já, í raforku, en þeir eru aftur á móti líka að auka losun gróðurhúsalofttegunda. Þeir hafa verið að því, en veistu hvað? Því spáð á þessu ári muni kolefnislosun Kínverja ná sögulegu hámarki og muni lækka á næstu árum. Já, ég var bara til að sjá það gerast, en ég skil ekki, jafnvel ef við segjum sem svo að 12% séu fyrir hendi og við séum í rauninni að stefna því, að þá breytir það því ekki að við erum að sjá að það eitt flugfélag falli frá. Ég gerir ráð fyrir því að það sé út af þessum 1,2 milljarði sem var komið að gjalddaga daginum áður en að þeir fóru. Mjög hæpið sko. Ok, það kannski hæpið, en aftur á móti þá Iceland að borga 4 milljarða í þetta. Okkur var seld þessi hugmynd undir þeim formerkjum að ríkið væri að fara að greiða fyrir þetta, en einhvern veginn virðist þetta vera rosalega mikið bara fyrirtæki að borga einhvern refsiskatt. Þannig að það sem að mér þykir svolítið skrítið að já, þú myndir segja að við erum einhvers staðar þurfum að sækja sér tekjur og hefur ekki að sækja tekjuna til þeirra sem menga. En þá erum við bara komin á þann stað að við erum að horfa á samkeppnishæfni okkar skerta þrátt fyrir það að ríki sem að rísa og að auka sína losun, tala nú ekki Bandaríkin sem bara hættir sig, þau munu óhjákvæmilega vera miklu betri samkeppnisstöðu. Þannig að við erum bara búin að samþykkja það út af því að ég rosalega mikið búin að pæla því að ef við erum að fara að taka einhver ákvarðanir þá þurfum við bara að gera það með opin augun. Við erum að fara að rýra lífskjör á Íslandi ef að við erum að fara að sækjast í þessi markmið. Alveg sama hversu háleit eða hvort sem að þessi 12% eða eitthvað annað, að við vitum að samkeppnisstaða Evrópu að dvína og við erum þá bara að horfast í augu það að við erum að fara að rýra lífskjör hér undir þeim formerkjum að við séum að taka þátt í þessu. Það alveg hægt að halda því fram að það hefði átt að fara fram eitthvað betra ábata og áhættu mat þegar Ísland undirgekkst Evrópu samstarfið þegar kemur að samfélagslosun til dæmis. Það sem í rauninni bara fellt inn í EES-samningin mjög stífar kröfur samdrátt í losun sem geta þá haft í för með sér líka beinar fjárhagslegar skuldbindingar fyrir ríkið. Það alveg að halda því fram. Þetta ákvörðun sem var tekin árið 2020 með stuðningi allra flokka á Alþingi. Það er svolítið athyglisvert. Allir flokkar á Alþingi, með þess að miðflokkurinn stuðið þetta. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem ekki frá Bæjarins bestu og þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarp í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Þetta var gert og þetta núna hluta af EES-samningnum. Það sem núverandi ríkisstjórn að gera að við erum að beita okkur mjög markvisst fyrir því að tekið sér mið af sérstöðu Íslands og gætt að samkeppnishæfni okkar og við rökstuðum það meðal annars út frá líka heildarlógík kerfisins sjálfs að það mun ekkert gera, það eru engin loftslagsrök sem hníga að því að eyðileggja samkeppnishæfni Íslands þegar kemur að tengiflugi til dæmis, bara alls ekki, eða að rústa skipaflutningum til landsins. Þannig að við erum í mjög þéttri hagsmunagæslu þarna, höldum því áfram, erum að styrkja hana mjög markvisst í Brussel, erum að skila löngum og vönduðum greinargerðum þar sem við förum yfir stöðu Íslands í þessu samstarfi. En varðandi loftslagsmálin almennt í heiminum, þá er þetta þannig að þetta er svona collective action problem. Tragedy of the commons, eins og heitir. Já, kannski, já, þetta er svolítið þannig. Það er sem þetta kalla út af því að það verður að vera samtakamáttur til þess að gera og það er erfitt að passa upp að allir taki þá. Það er alveg málið, sko. Og leiðum einhver eitt klífur sig út, sko, þá, þá hugsaðinir af hverju erum við þá að taka þátt í þessu. En
En hvað þyrfti að gerast, skilurðu, ok, þú ferð hana til Brasilíu og það fólk að mótmæla og það eru ákveðin, það er ekki samið neitt að því undaskildu að einhver ákveðin ríki fá einhverjar bætur fyrir það að vera hérna hér og þar. Það samt samið, sko, öll ríkinanna fallast á að það sé eftirsóknarvert og að það sé mikilvægt að reyna að halda hlýnun jarðar í skefjum og reyna að halda sig innan hérna 1,5 Celsius hérna hækkun sem nú að verða býsna óraunhæft sko, en hérna það næst samstæðu að styðja við fátækari ríki þegar kemur að hérna því að verja þau gegn áhrifum loftslagsbreytinga. Það næst samstæðu að reyna að haga loftslagsaðgerðum þannig að þær bitni ekki sérstaklega á þeim tekjulægri, á minnihlutahópum, á frumbyggjum og hérna þetta koma saman 190 ríki og viðurkenna loftslagsvandann sem risa áskorun og risa vandamál sem þurfa að takast sameiginlega á við og meira að segja Noregur, olíuríkið að kalla þarna á þessum fundi eftir því að það verði sett fram skýr áætlun útfösun á jarðefnaeldsneyti. Kína auðvitað stendur svolítið með svona, hvað getum við sagt, líkt þenkjandi ríkjum, en þó þau styðja ekki til dæmis hérna kröfur útfösun jarðefnaeldsneytis, þá er á sama tíma að eiga sér stað bylting í Kína, þar sem sko, eins og ég nefndi áðan, kolefnislosun líklega ná hámarki í ár og mun fara lækkandi á næstu árum. Gríðarleg aukning og alveg svakaleg fjárfesting í endurnýjanlegum orkugjöfum og orkuskipta tækni og áhrifin af því að hríslast út allan heim sko, hérna, og framleiðslu kostnaðurinn og verðið á endurnýjanlegri orku að hérna hríðlækka sko á bara hraða sem enginn hefði látið sér detta í hug fyrir nokkrum árum. Bandaríkin ekki með, en einstaka ríki í Bandaríkjónum halda áfram að beita sér af fullum þunga og ríkisstjóri Kaliforníu kom þarna og flutti eldræðu að hérna, Trump geta ekkert stöðvað þróunina. Hann getur ekki. Ég meina það business caseið fyrir hérna, endurnýjanlegri orku bara að verða það gott að þróunin heldur áfram út allan heim og hún ætti kannski að gerast hraðar og best væri ef ríki getur komið sér saman en þó meira afgerandi aðgerðir en ég meina þetta það sem við höfum að vinna með og ég held að Ísland við höfum sem eyríki hérna í Norður-Atlantshafi við höfum mjög mikla hagsmuni af því að heimsbyggðin öll grípi til aðgerða. Við höfum hérna náð langt þegar kemur að nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa, þegar kemur að hitaveituvæðingu og þá gerum við kröfu að önnur ríki ná í sama árangri og við flytjum út þekkingu til að styðja við það. Nei, og það eru líka vaxtartækifæri. Já, við erum að því, það er bara megin. Ef við ekki byrja á því áður en við förum að vera að taka þátt í þessu út af því að þrátt fyrir það að þetta sé kannski minna í sniðum að þá erum við bara að horfa upp á það að í Evrópu jarðefnaeldsneyti 85% af þeirra orkunýtingu öfugt við hjá okkur þegar við erum með 85% af endurnýjanlegri orku. Erum við ekki bara í þeirri stöðu að geta sagt, heyrðu, við erum bara ekki að fara að taka þátt fyrir en að þið eru komin allavega í það minnsta einhvað nálagt okkur. Og því að það allir að finna fyrir þessu, við erum að sjá samdrátt í hagkerfinu og vera með þetta í ofanalag, Eimskip núna að gera ráð fyrir minni rekstrarhagnaði heldur en þau gerðu fyrra árinu. Það eru bara blikur á lofti og mér finnst það pínu óábyrgt að vera einhvern veginn að segja bara, já, ég meina við þurfum bara einhvern veginn að taka þátt. Og þá bara veltum maður fyrir þessu, hvaða ríki þyrfti til þess að draga sig úr og hversu lítið í sniðum þyrfti COP að verða til þess að við yrðum bara, heyrðu, ok, við bara hittum ykkur þegar þið komist nálægt okkur. Bara þangað til ætlum við aðeins að bara einbeita okkur að okkar hagkerfi. Viltu þá ekki öll ríki hugsa bara svona? Nei, ég vil það ekki. Hvað lendum við þá? Nei, akkurat. En ég vil aftur þetta það sem það heitir að þetta er collective action problem sko. Við lendum bara á algjörum vegg sko, það bara þannig með alþjóðasamstarf að þetta ríki ekki með 85% endurnýjanlegri orku, það er punkturinn. Nei, en það tökum við mið af því í okkar markmiðum. Já, en ég að segja mjög rækilega mið af því í okkar loftslagsmarkmiðum sko. Já, en það samt sem áður að við erum alltaf einhvern veginn að reyna að fasa út jarðefnaeldsneyti. En þú veist, sú hugmynd líka bara svo galin. Það frábær hérna bók eftir Václav Smil sem heitir How the World Really Works. Hefur lesið hana? Ég hef ekki lesið hana, en ég þekki mæli eindrið með henni, út af því að þar gerir hann bara, þú veist, þar bara fer hann yfir tölugögn það hvað mikið jarðefnaeldsneyti þarf til þess að við bara séum með matvæli handa 8 milljörðum manns. Ástæðan fyrir því að við búum við góðu lífskjör og fyrir marga hvað varum við, 2,5 milljarðar árið 1950 og við erum að slefum upp í 10 milljarða eða eitthvað árið 2050.
Þannig að á þessum 100 árum þá var þetta að fara að fjórfaldast. Ástæðan fyrir því er jarðgas sem er ammóníak sérstaklega sem er ástæða helmings alla matvæla í heiminum. Þannig að ég skil alveg að fólk sem getur klappað sér á baki fyrir það að mæta á einhverja ráðstefnu það að tala hvað þau ætla rosalega mikið að útrýma öllu eldsneyti eru ekki eins og að finna lausn á því hvernig unnin áburður verður leystur úr læðingi öðruvís en að hafa jarðgas. Þannig að þetta snýst heldur ekki að gersamlega útrýma jarðefnaeldsneyti. Nei, fasa út. Já, orðalagið á ensku hefur verið transition away from, að hverfa í svona meginatriðum frá notkun jarðefnaeldsneytis sem er verkefnið. Við þurfum að gera það. Við þurfum að fara inn í einhvers konar lágkolefnishagkerfi, getum við kallað það. Það er bara svo óraunhæft. Ég meina eins og þessi stóru, jafnvel ef þessi skip yrðu rafknúin á morgun, þá eitt svona flutningaskip kostar 100 til 150 milljarða. Við erum ekkert að fara að sjá þessi fyrirtæki geta bara skipt út flotanum sínum fyrir þetta. Þetta er ekkert að fara að gerast 1, 2 og 3, Við þurfum að halda áfram þessari þróun, Af því, það er bara það sem vísindi segja okkur, annars verður hlýnun svo mikil að fjárhagslegu áhrifin af því eru ennþá verri heldur en fjárhagslegu áhrifin af því að fara of hratt einhvern veginn í rafvæðingu og orkuskipti, Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem að veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim er Alvöru Bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá læturðu gera þetta almennilega og það er nákvæmlega sem Alvöru Bón gerir. Ferð með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á Alvöru Bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru Bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Hlaðvarpið er í samstarfi við Happy Hydrate. Steinefni eru orðin mikilvægur þáttur í mínu lífi og ég er ekki einu svona grínast, ég er að nota þessar vörur í alvörinu. Það er ástæða fyrir því að þessir kassar hérna eru tómir. Nýjungarnar og framþróunin hjá Happy Hydrate er hreint út sagt frábær. Kreatín er samhliða steinefnunum, eitthvað sem að þeir bjóða upp á og ég nota að staðaldri. Eftir að ég byrjaði að nota þessar frábæru vörur að þá líður mér einfaldlega betur. Ég kem meiri verk og dagurinn verður betri. Dagskammtur af nauðsynlegu vítamínum, engin gervisykur og þú færð þetta í rauninni hvar sem að þú verslar. Þú verður ekki fyrir vonbrigðum ef þú prófar þetta og ég mæli með að þú gerir það strax í dag. En hversu mikið þyrftu ríki að draga sig úr þessu? Út af því að núna náttúrulega sjáum við til þess að Ísland myndi draga sig úr þessu líka? Já, við sjáum alveg að stjórnmálaumhverfið er að breytast gríðarlega allir með í Evrópu. Það er verða svona töluvert meira hægri sinnað, svona harðerneskjulegra, sérstaklega í garð hælisleitenda, rosalega mikið að breytast. Í þessari bylgju er líka fólk sem er að tala rosalega mikið fyrir því að loftslagsmálin séu annarkvort bara alltaf því að vera bara rugl en í það að vera í það minnsta það sem að ég er svolítið, það sem að við erum að tala að lífskjaraskerðingarnar verði of. Ég get gert fastlega ráð fyrir því að það mun allavega eitthvað hrikta í þessum stóðum. Eitthvað hægt að fara rauk fyrir því að COP sé búið að hrikta í þessum stóðum þegar Bandaríkjamenn draga sig úr. En ég er bara að velta fyrir mér ef þú hugsar bara sviðsmyndir. Er einhver sviðsmynd þar sem að bara við segjum, heyrðu, ok, þetta var gaman, en núna verðum við að halda áfram. Þú veist alveg, Tóti, hvað stjórnmálamönnum er illa við svona viðtengingar áttar spurningar, En ég held að það skiptir máli í þessu og það er það sem Evrópuríkin sjá líka og stjórnmálamenn á meginlandi Evrópu er að við verðum að horfa á loftslagsmálin út frá þannig að við forgangsröðum aðgerðum sem er ekki bara loftslagsaðgerðir heldur eru líka jákvæðar fyrir samkeppnishæfni og lífskjör og maður tekur alveg eftir því í orðræðu evrópskra leiðtoga og í því hvernig allt debatið loftslagsregluverk í Evrópusambandinu er að þróast og Mario Draghi skýrslan til dæmis hefur bara valdið ákveðnum straumhvörfum þegar kemur að allir umræðu regluverk innan Evrópusambandsins. Hann er samt ekki að tala fyrir því að hverfa frá loftslagsregluverki og hann er einmitt stuðningsmaður þess að nota til dæmis markaðslausnir þegar kemur að því að draga úr losun. En hvernig nálgumst við þetta á Íslandi? Við erum að forgangsraða aðgerðum sem eru framleiðni aukandi, sem eru sem styrkja samkeppnishæfni og auka hagvöxt og þá á sjálfbærum grunni. Hvað erum við að gera í landbúnaði? Við erum að styðja við markvissari áburðardreifingu, við erum að styðja við orkusparnað í gróðurhúsum. Hvað erum við að gera þegar kemur að stóriðunni? Við erum að styðja við tæknilausnir til þess að draga úr losun.
hvað erum við að gera þegar kemur að vegasamgöngum, við erum að fjárfesta fyrir 700-800 milljónir í rafhleðslu innviðum út all land sem mun þá draga verulega úr mun skapa gríðarlegan gjaldeyris sparnað sem mjög jákvætt fyrir þjóðarbúið. Þannig að ég held sko ef við nálgumst þetta út frá þessu þá okkur allir færi sko. Ég bara hjartanlega sammála. Ættu þá ekki að hætta allir þessari skattlagningu og búa freka bara til hvata þar sem við getum verið að taka viðbótar tekjur af fyrirtækjum sem standa sig vel, sem eru þá að búa til aukna framleiðslu fyrir minni aðföng og betra aðgengi fólks að þjónustu og og vörum og tekið þá hærri skatt af því og verið með þetta búa til fleiri hvetjandi verkefni. Út af því að við erum náttúrulega líka að horfa á það sem þú sleftir, sem að var kúnstugt hjá þér, að þú sleftir því að nefna einmitt þessa skatta sem að leggjast á fyrirtækin, sem að eru nákvæmlega það sem að fyrirtækin eru að kvarta yfir. Ekki það að fá einhverjar ívilnanir einmitt til þess að grípa til skynsamlegra aðgerða. Ertu að tala um skattaafslættina? Nei, ég er að tala bara skattana. Bara að sleppa skattunum og fá auka skattaafslættina. Auka skattaafslættina. Já. Þetta svolítið fyndið að því að á Alþingi þú veist að mikið gagnrýnt sko fjárútlát vegna loftslagsmála, en þá oft verið að gagnrýna fyrst og fremst sko skattaafslætti. Já, ég skal bara vera prinsiplegur og ég peppa það, að móka fleiri það, en við sleppum þessu sköttum. Ég vil þess ekkert borga meira fyrir flugmiða minn, út af því að Icelandair þarf að borga einhver loftslagsskatt. Viltu ekki að Icelandair sé inn í evrópsku kerfi? Jú, evrópsku kerfi, en ég vil ekki að við sem að borga hana skatt. Þetta er eina leiðin okkar til þess að komast í það. Hluti af rekstrarumhverfi flugfélaga í Evrópu og Ísland er búið að kría fram sérstakar lausnir, sérstakar tilslaganir fyrir flugfélagi og við erum að verja sérstakum peningum úr ríkissjóði í endurgjaldslausar losunarheimildir fyrir flugfélagi sko. Já, en mér finnst það sko einhverja... Nei, ég er alveg sammála, við eigum að beita okkur mjög fast gagnvart til dæmis Evrópusambandinu þegar kemur að því að tryggja samkeppnishæfni íslenskra fyrirtækja að það sé horft til sérstakra aðstæðana til dæmis þegar kemur að legu landsins inn í öllum þessum kerfum. Getur þú ekki bara sagt bara, nei, við erum ekki að fara að borga skatta fyrir þetta. Þú veist, flugfélagin okkar eru bara undanskilin, þætti þessu rugli sko. Þetta er ekki skattar sko, þetta er bara ETS. Er þetta leiðrétting? Nei, þetta er bara þetta losunarkvóta kerfi sko sem ETS kerfið sko. Og það er í rauninni bara hluti af EES-samningnum núna sko. Já, en þurfum við þá ekki bara að berjast fyrir því að þessi ETS-samningur verði ekki fyrir hendi út af því að öll þessi skattlagning... Við erum búin að vera að kría út sérlausnir og við erum að halda því áfram og þær gilda núna fram til ársins 2027 og við erum að kalla eftir því að fá þær framlengdar. En þú sérð alveg sko hvað, út af því að ég skil að þegar þú talar um þetta, að þá talar ívilnanir. En myndirðu vilja losna við, eins og nú hefur ríkissjóði verið að fá 20 milljarða í gegnum þetta sama kerfi, ETS-kerfið. Við myndum þá líka losna við þá milljarða sko. Bara illa fengið féð sko. Bara við eigum að segja okkur frá þessu, ég bara, allir þessi skattar og það er svona endurdreifingarkerfi og það að við séum að senda peninga til Slóvakíu út af því að við keyptum einhverja losunarheimildir og hluta af því sem þú keyptir var búið til af kjarnorku og eitthvað þetta. Ég vil segja okkur frá þessu. Sko, já, og bara allt þetta dót. Okay. Bara, ég vil að við bara förum Þú veist að stór hluti af bara arðgreiðslum Landsvirkjunar til íslenska ríkisins byggja Já, ég veit þetta. Þannig að sko En þegar við getum bara farið í það að búa til öðruvísi tekjun eins og gennum gagnaverið eða eitthvað. Það er lagt að finna lausnir á því. En ég held að bara heilt yfir að þá er samkeppnisstaða Evrópu það slæm að við getum ekki verið í svona sérkennilegum einhverjum úturdúrum í allir í okkar framleiðslu. Það er held ég það sem að fólk er svakalega mikið að gagnrýna og það er svona það sem að, út af því Mario Draghi náttúrulega talaði um þetta, hann nefnir að í fyrstu klausu skýrslunar að hlutanum að orka sé aðalmálið í því að takast á við þetta verkefni. Það að ætla að fara einhvern veginn í einhver svona hliðarhlaup líka í það að vera að skattleggja suma ofan í annað, það er bara gengur ekki til lengdar. En það eru við að sjá það. Ertu alveg ósammála því að við myndum bara, heyrðu? Nei, ég meina maður er bara svolítið stattur í raunhöfum. Við getum auðvitað gert ýmislegt til að verja okkar hagsmuni. Við erum inn í EES-samningnum. Það er búið að fella þessi kerfi þangað inn. Þau hafa
ég held ef þú sætir hérna með forstjórum hérna álverana til dæmis, þeir myndu aldeilis ekki vilja Ísland fara að bakka út úr þessum kerfum sko. Flugið ákveðin áskorun vegna svona, sérstakara aðstæðna okkar og vegna þess að við viljum vera stórveldi þegar kemur að tengiflugi og viðhalda samkeppnishæfni okkar þar og þá verkefni stjórnvalda að kreista fram sérlausnir þar og eitthvað sem við höldum áfram að gera. Hlaðvarpið í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því Poulsen. Poulsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Poulsen.is. Ef það stjarna í framrúðunni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðunni, Poulsen.is, láttu græða rúðuna strax í dag. Tölum þá eitthvað sem við erum sammálum. Drekasvæðið. Að bora. Núna náttúrulega vitum við það að við erum að flytja inn olíu frá ríkjum sem að eru ívið meira, svona, ég ætla ekki að segja óvinveitt, en við þurfum að beita aðeins meiri varhug gagnvart ýmsum ríkjum sem að við sækjum olíu okkar til. Við náttúrulega vitum núna að það að loka kjarnorkuverum í Þýskalandi olli því að Pútín sá sér fært að ráðast inn í Úkraínu og það er hægt að færa auðveldlega rök fyrir því að það hafi verið út af tangarhaldi hans á orkumálum Evrópu. Núna náttúrulega erum við í þeirri stöðu að við getum búið til hreina, græna olíuorku, jarðefnaeldsneyti á ýmsan skala, ekki á með þessa skala sem við vitum ekki hvernig verður og gæti orðið ævintýralega mikil gróði. Heiðar Guðjónsson tilbúinn til þess að sækja vini sína, koma með sitt eigið fé, eina sem að þú þarft að gera sem loftslagsráðherra að segja, borgið mig þetta. Senda einn reikning og þá allir að fara að verða ríkari. Við erum sammála þetta og eina spurningin bara hvenær byrjum við? Ég veit ekki, hann búinn að senda umsókn til Umhverfis- og orkustofnunar? Hann var að búa til olíufélag fyrir 2 dögum. Og myndi ekki taka vel í þetta? Umhverfis- og orkustofnun fer með þetta og ráðherra skiptir sér ekki af þessu. En ertu ekki peppaður? Sko, nú það þannig að þessu leifum var náttúrulega skilað inn 2018 og það komu og textin sem kemur fram hjá fyrirtækjunum þá mjög afgerandi að þeir telji að það sé ekki viðskiptalega forsendur á bakvið frekari leit og rannsóknir. Það eru þetta forsendur sem geta alveg breyst og allt það, en svo láð þetta bara inn í læstu herbergi þannig í Umhverfis- og orkustofnun í mörg ár frá 2018. Ég lét opna þetta herbergi þegar ég var ráðherra. Þetta hafði verið eitthvað svona tabú, bara það mætti ekki tala um þeirra möguleika yfir höfuð sko. En ég lét opna þetta herbergi og rannsaka þessi gögn og nú Umhverfis- og orkustofnun búin að vera fara mjög rækilega yfir gögnin og vinna með líka erlendum ráðgjöfum að því og ég veit að Ísor hefur líka komið að þessari vinnu. Þetta gríðarlegt magn af rannsóknargögnum og ég held að við ætla að skila skýrslunni fyrir áramót og ég held svo þurfum við bara að taka umræðuna þetta út frá því sem þar kemur fram en þegar það var fyndið að aðstoðarmaðurinn minn Lárus M.K. Ólafsson var potturinn og pannan á bakvið útgáfu sérleifan á sínu tíma sko, vannaði sér í ráðuneytinu. Er það tilviljun? Já, það til, ég get lofaði að það er til, ég sótti ekki bara einhvern olíuhauk. Nei, en sko það var náttúrulega sett heilmikið púður og heilmikil vinna í það á sínum tíma að draga til Íslands erlenda fjárfesta í þessa vegferð og og það fór heilmikil vinnu og heilmikil tími í það og að gefa svo út sérleyfi þannig það er ekki eitthvað sem maður gerir að gamni sínu sko. Nei, þetta náttúrulega sko, þetta óumflýjanlega mjög hugmyndafræðilegt. Ég held að þetta sé eitthvað sem að mjög margir sem eru svona vinstrivæng stjórnmálana beri ákveðin varhug gagnvart að við séum að fara að verða eitthvað olíuríki mörgum sem finnst það mjög sérkennilegt. Ég man nú ekki hvað var það 10 milljónir tunna sem að Heiðar Guðjónsson talaði ég man nú ekki nákvæmlega töluna eða meira eða minna, man ekki nákvæmlega. Það er alltaf mikið af olíu, telur hann
og sko það sem að ég horfi til sko að þú talar að það hafa verið mikið rannsóknir sem fór í þetta og mikið umstang verið í þessu, sem tala eitthvað fyrirtæki sem fór á hausinn. Heiðar Guðjónsson hefur sagt að það hafi verið út af öðru verkefni og það hafi ekki verið út af þessu sem að þetta fyrirtæki fór á hausinn. En hvernig sem því líður, sko kannski Heiðar Guðjónsson bara rosalega vitlaus og bara að fara í þetta og það rosalega heimskulegt að hann ætla að fara að draga einhverja sauði með sér til þess að fara að bora eftir þessar olíu. Það getur verið. Hins vegar þá getur það verið að sko hann fari í þessa vegferð en það mun aldrei koma niður á ríkinu. Þannig að það sem að mig langar svolítið að skilja út af því ég tel ekki að Heiðar Guðjónsson sé vitlaus og ég held að hann sé ekki að fara að draga einhverja sauði með sér í þetta. En jafnvel ef svo væri að þá ættum við samt sem að fara að beita okkur fyrir því að ríkið myndi alls ekki standa í vegi fyrir því að aðilar væru að fara að rannsaka þetta fyrir eigin pening. Erum við ekki sammála þannig? Ég meina það var bara ákveðið þegar ríkisstjórnin tók við að við myndum ekki fara að hrófla við lögunum sem voru sett á sínu tíma leit og rannsóknir á kolvetni í hafi. En það ertu að tala um það að sé bannað? Já, nei, það ekki bannað. Það ekki bannað? Síðasta ríkisstjórn var með það sérstaklega á stefnuskrásinni að það var sérstaklega í sáttmálunum og forveri minn í ráðherraembætti flutti sérstakt frumvarp að banna ekki bara nýtingu heldur banna rannsóknir á kolvetni í jarðlögum og það kemur ekki til greina að fara að flytja eitthvað svoleiðis frumvarp. Ég skil ekki hvernig mönnum datt þetta í huga að fara að banna rannsóknir á þessu. Þannig á pappír Jóhann Páll peppaðri yfir jarðefnaeldsneyti heldur en gulli? Ég veit það ekki sko. Ég ekkert nei, ég meina ég vil bara að við nálgumst þessi mál út frá rannsóknum og gögnum sko. Og þá mikilvægt að vera ekki að banna rannsóknir heldur sko. En Nei, ég meina lögin eru bara eins og þau eru og það getur faktist hver sem sótt um leyfi til umhverfis- og orkustofnunar til þess að fara í leit og í því felast á grunnar boranir og annað hljóðmælingar og fleira sko. Þannig að það bara þannig. Já, þannig að það gríðarlega dýrt eins og Heiðar Guðjónsson hefur fjallað í viðtölum sko. Já. En eins og segja, ef að það eru bara aðilar sem að fara að gera þetta fyrir sinna eigin pening, að þá ég mjög allavega peppaði fyrir því. Því að sko, ef við líka tölum bara svona í alþjóðlegu samhengi, þá eins og við erum aðeins búin að reyfa hérna í sambandi við stjórnmálin, þá margt á reiki og svona mikið einhvern veginn sérkennileg staða. Trump eins og hann Evrópa að setja einhverja verndartolla, Noregur brjálast, við erum einhvern veginn líka reið en einhvern veginn skrítið. Rússar náttúrulega ennþá í Úkraínu eru mögulega að fara að fá einhverja samninga sem eru lélegir fyrir Úkraínu. Margar svona þjóðir eins og við varum fjallum áðan sem að við erum að sækja olíu til sem að eru kannski ekki endilega okkar mestu bandamenn. Ég hugsa þetta líka út frá svona öryggisjónarmiði og pæli því líka að núna náttúrulega þegar Noregur fékk sína olíu þá var það mikill liðsauki í því þegar að Rússar réðast inn í Úkraínu. Allt sem þú segja líka líka rök fyrir hröðum orkuskiptum sko. Já. Ættum við ekki bara að gera bæði? Jú. Það ekki? Þannig að við erum peppaði fyrir olíu. Ég nefnilega sko að ég vissi ekki hvernig þú myndir koma að þessu út af því að ég hef heyrt þig tala þetta á ýmsum sviðum og þú ert í svona hálfkvæðinu vísum. Mér finnst gott að heyra samt að þú sért tilbúin allavega í það að leyfa öðrum að sjá hvort að það sé eitthvað úr þess að hafa út af því að það gæti náttúrulega líka orðið til þess að við erum að fara að búa við töluvert betri lífskjör hérna á Íslandi og að auka öryggismál okkar í okkar heimsálfu vil ég meina sko. Peppaður? Nei, ég meina ég held að við þurfum bara að sjá hvað kemur út úr þessari úttekt umhverfis og orkustofnunar. Mér svona umræðan hafa svolítið grundvallast á einhvern veginn svona ályktunum að það séu 20.000 milljarða olíulindir bara hérna undir sjónum okkar sko. Bíða eftir okkur. Já, bíða eftir því að við borum þeim upp sko.
Hlaðvarp í samstarfi við heitirpottar.is, hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa, þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það ekki hægt að setja verðmið á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því mikilvægt að huga að báðu og það nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni, þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fosshálsi 13 en þar opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is græja þetta fyrir þig. Ég held að það sé bara langbest að við fáum það fram hvað stendur í þessum rannsóknargögnum sem mátti ekki skoða, sem voru bara læst þarna inni öll þessi ár og tökum svo umræðuna út frá hagsmunum Íslands og þá skulum við tala þetta út frá stöðunni í Evrópu, út frá varnar- og öryggishagsmunum, líka út frá loftslagsmálunum og hérna, þannig ég held að það sé bara holdt. Ekki spurning. Hérna fyrir maður að sé við stjórnmálin. Nú sveitarstjórnarkosningar. Já. Þú ert spenntur? Já. En það ekki? Jú. Hver verður fremstur í flokki fyrir í borginni? Fyrir Samfylkinguna? Fyrir Samfylkinguna? Ég skal ekki segja. Það prófkjör í janúar. Já, það að Heiða að taka þetta? Ég bara hef ekki hugmyndið það. Nei. Veistu einhvern annan sem ætlað að fram með mótinni? Nei, ekki sem búin að ákveða að fara í oddvita slag. Nei, ég veit ekki neitt sko. Það verður rosalega áhugavert að sjá sko. Þið eru náttúrulega að standa ykkur vel í skoðanakönnunum. Eins og ég var að nefna við hérna áður en við byrjum að taka upp sko, þá er Kristrún búin að gera það mjög listilega að vera ekkert að skipta sér að menningamálunum. Það hefur verið ótrúlega. Við erum samt með menningaráðherra. Þeir eru samt með menningaráðherra. Hann er samt ekkert heldur. Ég meina Logi er ekkert búin að vera eitthvað að demba sér inn í hérna. Ég ætla að taka núna mitt pláss í fransumræðinni. Menningarstríðinu sko. Í menningarstríðinu. Já, nei. Heldur að þjóðin sé mikið að pæla í, er þetta ekki aðeins bara á X og eitthvað svona? Jú, sko, ég pæli mikið í þessu. Ég upplifði þetta svolítið, sko, samfylkingafólk og vinstrimenn voru alltaf rosa mikið á Twitter fyrir nokkrum árum, sko, og voru þar að spóla hver annan upp einhvern veginn og allir rosalega samfærir um að þjóðin væri með sér í leiði og og að það væru allir sammála um hitt og þetta sko, varandi hinn og þessi málefni sko, en voru bara inn í einhverju búblu sko, og núna finnst mér svona svolítið, það er svona mjög hávær búbla sko, svona, já, einhver menningarstríð sko, woke, anti-woke, en svo fer maður bara að tala við fólk, hvort sem þeir í Reykjavík annars staðar og fólk meira bara, ég hef ekkert heyrt af þessu, og fólk bara meira svona pæli í velferðarkerfinu okkar og pæli verðmætasköpun og já, kannski minna eitthvað svona pælið í hvað. Heldur þetta miðflokkspepp sé bara einhver bóla? Ég veit ekki, þau eru búin að rísa í könnunum og það er svona svolítið stuð á þeim sko, en Virðist það náttúrulega vera að taka mikið af sjölunum sko? Já, ég held sko ef maður skoðar svona hægri fylgi þá er það ekkert endilega aukast beinlínis eða það, eru ekki aðalega að taka hver Ég held að þið hafi tekið slætt að því sko, ég held að sé vanmetir breyta sko þegar að Kristrún kemur inn hana og breytir ýmsum málum þar sem að augljóslega allir voru sammálanni ótrúlega mörg mál, ég held að hún hafi tekið svolítið af hægrinu þar sko, en án þess að missa vinstri, ég held að það hafi verið listilega gert sko, ég held að breyta sem er vanmetin sko. Já, nei að því sko það kemur útlendingamálum þá held ég sko að þjóðin sé það er kannski einhver 5% þannig sem vilja opna allt gersamlega upp á gátt og svo er einhver 10% kannski sem vilja alveg lok og læs og vera og jafnvel einhverju þar sem vilja bara vera svolítið vondri við útlíka sko en mikill meirihluti þjóðana vill bara að við höfum kontról á þessum málum að stjórnvöld séu vakandi, að við pössum upp á landamærin, pössum að kostnaður til dæmis í verndarkerfinu fari ekki upp böndunum, pössum að við séum ekki að byggja hagkerfið okkar
á sko innflutningi á láglauna vinnuafli í massavís, að við séum ekki að flytja stéttaskiptingu inn til landsins. Ég held að mjög stór hluti þjóðarinnar sé bara svona nokkurn veginn á sömu línu hvað þessa málaflokka varðar sko. Já. Og að og maður finnur einmitt bara hvað Þorbjörg Sigríður er duglega að taka á þessum málum af svona ábyrgð og festu af að hafa kontról á þessum hlutum. Já, ég held reyndar sko að til dæmis hælisleitendakerfinu verði lokað út af því að það er bara pólitískur óumflýjanleiki. Og ég held að muni gerast meira þess að þessu kjörtímabili þar sem að Þorbjörg Sigríður mun horfast í augu við viðhorfsbreytingu sem að hefur orðið. Þannig að ég er einmitt svo ánægður með Þorbjörgu sko, er að eiginlega öll umræða útlendingamál á síðustu árum hefur hverfst svo mikið bara þennan litla hluta af innflytjendamálum sem er verndarkerfið sko, sem er alþjóðleg vernd. Og Kristrún auðvitað svolítið opnaði þessa umræðu sko, fór að tala útlendingamálinu miklu stærra samhengi út frá atvinnustefnu, út frá því að það sé ekki endilega sjálfsagt að byggja hagkerfið okkar og vöxt þess á því að shippa inn láglauna vinnuafli og þannig að sem hefur meira að segja valdið bara hagvöxtur á mann hefur staðið í stað sko árabil. Þannig að Kristrún svolítið opnaði þessa umræðu og núna erum við einmitt komið með ríkisstjórn sem er að horfa og taka utan útlendingamálin á miklu breiðari grunni heldur en áður hefur verið gert. Og Þorbjörg Sigríður lét vinna þessa greiningu á dvalarleyfakerfinu og kemur í ljós að þar hefur bara verið rekin ákveðin svona opingáttar stefna sem er ekki sjálfbær eða skynsamleg til lengdar. Og þar verður ákveðnum glufum lokað eins þegar kemur að verndarkerfinu 18 mánaða reglunni sem verður skrúfað loksins fyrir. Þannig að og leið erum við að móta okkur atvinnustefnu sem snýst að auðvitað halda áfram að við viljum að sé áfram rekin sterk ferðaþjónusta á Íslandi. Ferðaþjónustan er bara grundvallar atvinnugrein sem hefur einmitt þjónað sem svona sjálfsprottin byggðastefna sko fyrir mörg svæði á landinu. En að við viljum kannski fyrst og fremst sko þegar við erum að horfa á vöxt á næstu árum, horfa til svona greina sem eru háframleiðinni greinar, þar sem framleiðinni er meiri heldur en gengur og gerist í hagkerfinu. Að við viljum horfa á orkufrekan iðnað, horfa á hugverkaiðnaðinn Gagnaverin, þó það nú væri aldeilis sko. Þetta er snilldarlaus á því að fá bara auknar gjaldeyristekjur inn í landið. Algjörlega. Það var svo skrítin umræða alltaf gagnaverin. Það var alltaf talað gagnaverin eins og það væri rosalega neikvætt að það væri ekki störf þar. Já, nei, það var alltaf talað sko að þetta er bara alltaf bitcoin. Já. Sem sko núna er náttúrulega fyrir eiginlega ekkert af þessu í rafmyntagröft yfir höfuð. En þegar það fór einhver smá hluti í rafmyntagröft, þá var það aðalega sko afgangsorkan sko. Orka sem hefði annars bara Það voru einhver afföllana í COVID sem voru gerðir mér minnir að það hefur sérsamningar í COVID sem voru gerðir sem var bara mjög skynsalegt sko. Þá vorum við einmitt að nota orkuna og fá þó einhverjar útflutningstekjur fyrir hana sko, í staðin fyrir að þetta rinni bara óvirkjandi sjávar sko. Þannig að það var líka góð stefna sko. Þurfum við ekki að auka á þetta því að núna hefur til með samtökuiðnaðarins bent að það að hugverkaiðnaðurinn hefur vaxið úr 150 í 300 milljarðar bara á örskömmum tíma og mun koma til með að vera 900 milljarðar áður en langt og líður. Árið 2029 held ég, 2030 sem hann verður þá ára 900 milljarðar. Þú ert að fara að standa undir því að þetta getur orðið að veruleika það ekki með gagnaversvinnslu og fleira. Jú, við erum að horfa sérstaklega til þess og þetta er það sem við finnum líka þegar við tölum við fjárfesta og sendur hópur út til Bandaríkjanna að tala við gervigreindar fyrirtæki og svoleiðis. Og þetta er það sem helst hefur hamlað í að þessi fyrirtæki leitinga, að það er ekki fyrirsjáanleiki orkuöflun á komandi árum og einmitt þess vegna erum við að binda það í raforkulög að það sé mótuð orkuöflunarstefna með tölulegum markmiðum og rammaáætlunarferlið sé svo beintengt við hana. Þannig að stjórnvöld hafi bara skýran orkuöflunar vilja sem stjórnsýslan vinnur svo eftir. Að kaupa eða selja húsnæði er ein stærsta ákvörðun lífsins. Þess vegna skiptir máli að hafa ekki bara sölumann heldur ráðgjafa þér við hlið.
Hlaðvarpið fjallar mikið húsnæðismál og því það í samstarfi við þá færustu í geiranum hjá fasteignasölunni Pálsson. Pálsson fasteignasala leggur áherslu á persónulega þjónustu, fagmennsku og gagnsæi. Notast við sérstaka ferla sem að tryggja það að bæði kaupendur og seljendur vita upp á hár hvernig að þessu staðið. Allt frá undirbúningi myndatöku til loka sölunar. Boðið upp á fría ráðgjöf og verkfæri eins og eignavakt.is sem sér til þess að þú missir aldrei af réttu eigninni og verðmat.is sem hjálpa þér að taka upplýsta ákvörðun verð. Heimsæktu pálssonfasteignasala.is og fáðu þína persónulegu ráðgjöf strax í dag. Og þetta, ég held að þetta geti bara orðið mjög mikilvæg breyta, sko. Já, ég held það líka nefnilega út af því að það, sko ég var með Róbert Helgason sem svona frumkvöðull á þessu sviði og hann var að benda á það, sko, að svona við erum svolítið seint í rassinn gripið. Svo var William Barney sem kom líka og var að tala gervigreindina hér á landi á fundi samtaka iðnaðarins þar sem að Logi var líka. Og hann sagði bara, þú veist, við getum verið mjög mikilvæg breyta varðar það hvernig gervigreindin verður og ekki það séum að fara að leiða eitthvað en aftur á móti þá lega landsins en að koma okkur vel þar sem að við getum orðið ákveðin tengipunktar fyrir svæði. Við erum með ódýrraforku, við erum með kalt loftslag, við erum með vel menntað vinnuafl. Við höfum allt með okkur. Kalt loftslag með þess að sko loftslagsmál út af því að það sem notað svo mikið að vökva á ýmsum svæðum út í heimi þar sem að vera að kæla þetta með vökva, sko. Já, þannig að við notum kalda loftslagina, notum grænu orkuna. Það bara sterk loftslagsrök sem hníga að því að vinna að þessi framleiðsla fari fram hér frekar en annar staðar á jarðinætisneti, sko. Já. Sjáðu hagvaxtar vinkilinn alltaf á loftslagsmálum. Ég bara svo peppaður Þú ert að verða algjör loftslagskall. Ég ekki að verða, sko, ég hef ekkert að athuga við vísindin. En ég aftur á móti sammála Alberti Jónssoni það að það eru á taflborðinu virðist vera óumflýjanleiki að alþjóðakerfi geti tekist á við þennan vanda. Við getum alveg verið að klappa okkur á bakið og minnka hagvöxt hér á landi með því að vera einhvern veginn í að skattleggja ákveðin iðnað. Lykilatriði í að við erum ekki að vera að minnka hagvöxt, sko. Nei, en við erum samt að horfum á þetta út frá einmitt auknum hagvexti, út frá grænum hagvexti, sko. Já, ok, þá ég ekki jafn sannfærður og þú að við getum það. Út af því að strax voru komið með skatta inn í þetta að þá að fara að rýra samkeppnisgetu og líka auka kostnað á neytendur. Þannig að ég til alveg að getur sagt á COP að við séum með rosalega mikið af flottri orku en aftur á móti þeir eru farin að skattleggja fyrirtæki og fara að gera flugfari dýrara, farin að gera matinn dýrari út af því að þessi fyrirtæki sem að flytja matinn inn þurfa að borga þetta líka. Að þá þetta, það vita allir hverjir að fara að borga fyrir þetta og það eru þeir sem að fara að greiða fyrir vöruna. Það það sem ég hef áhyggjur af og mjög margir hafa áhyggjur af og þetta náttúrulega miklu meira vandamál þar sem að til dæmis eins og í Afríku þar sem að ég man ekki það að þeir séu að borga svona skatta en þú veist að 50% af þeirra tekjum sem fara bara í kaupa inn í matarkörfuna. Hér það eitthvað kringum 15% en strax aftur á móti þegar við erum farin að horfa á þann veruleika að það sé að fara að hækka upp í 20% þá fólk allt í einu að fara að spyrja sig af hverju erum við að borga þessa skatta og af hverju eru lífskjör minna að rýrna? Þetta áskorun. Já. Það gerist ekki að sjálfu sér, sko. Bara hætta með þessa skatta. Hvaða skattar eru hérna á Íslandi sem eru svona miklar? Pældir ekki. Ef þið myndu bara afmá titilinn skattfylkingin í einu vettvangi með því að segja bara, þú maður lækka skatta hérna. Á þetta og getur gert það með þess að víða. Að kaupa og skipta dekk hefur aldrei verið einfaldara. Drífa.is í samstarfi við fjölda dekkjaverkstæða og alhliða lausn þar sem að þú getur flett upp þínum bíl með því að skrá inn bílnúmerið og keypt dekk í þeim verðflokki sem að hentar þínum bíl best. Nú ef þú ert í vafa dekkjastærðir þá getur þú einnig tekið mynd af dekkjunum þar sem að vefþjónustan staðfestir þetta allt við þig. Þetta kann að hljóma of einfalt til að vera satt en svona þetta nú samt. Einnig boðið upp á sérþjónustu þar sem að dekkjabíllinn kemur upp á dyrum, umfelgar, skiptir dekk og hann jafnvægir stilltur á staðnum. Eins og ég segi þá hefur þetta aldrei verið einfaldara og nú tíminn eins og við vitum öll. Skelltu þér inn á drífa.is og fundu bestu dekkjaþjónustuna sem hentar þér. Tryggingagjaldið út með það. Sjallanir myndi ekki einu sinni ná inn fyrir næstu kosningar, sko. Hvernig ætlar að reka velferðarþjóðfélag? Nú, bara hagræðingartillögur samfylkingarinnar. 100 milljarðar. Við það er rosalega auðvelt að segja bara ætla að skera niður, sko, en við getum ekki skorið niður mikið meir en 100 milljarðar á næstu
4-5 árum án þess að fara bara að ganga mjög nærri sko, grunnþjónustu sko. Jú, það væri hægt að taka út þessa dellu sem kulnun sem allir verast vera komnir í. Þetta orðið eitthvað tísku fyrirbæri hjá henni opinbera þar sem eitt sem mjög mikilvægt sem að gera er náttúrulega áminningaskylda. Það er grundvallabreiting sko. Og kulnun, við þurfum að bara útfasa það, fasa út kulnunar delluna, en ég ætla ekki að henda þér út í það við heilbrigðisráðherra. Það ekki. Jóhann Páll Jóhannsson, takk aðeinslega fyrir að koma, þangað til næst. Takk fyrir komuna, takk fyrir mig, meina ég.